Góðan daginn og velkomin í þátt númer 157 hér á YouTube-brásunni minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu óð. Í dag er sunnudagurinn 12. apríl 2026 og ég ákvað að setjast niður með ykkur í dag og fara yfir það sem á síðustu vikur hefur drifið. Þannig að já. Ég segi bara, eru þið tilbúin? Ég þymdi aðeins yfir mig þegar ég sá hvað er búið að ganga á hérna hjá mér í þessu. Fekk uppfytunnaræði og eitthvað svona, þannig að ég þarf að renna í gegnum það með ykkur og svo kláraðist nú eitthvað og ég byrjaði á einhverju sem ég var ekki byrjað á síðast og kláraði það og það er búið að fara til útlanda og alles. Þannig að bara skál í kaffi. Svo datt ýmislegt í pokann og svona og við vorum á árshátíð í gærkvöldi í bænum og gistum á hóteli en tókum við nú bara rólega. Við erum vorum nefnilega erlendis páskana sem ég fer aðeins í og eftir og eða svona í og með. Og erum bara enn pínu lúin eftir það, þannig að við vorum svo lánsum að árshátíðin byrjaði snemma, þannig að við vorum alveg löglega afsökuð að lauma okkur í burtu 9-leytið, hún byrjaði 5. Þannig að kl. 9 þá vorum við bara, nú förum við bara upp í bæli og svo vöknuðum við bara snemma og tókum við rólega og drifum okkur svo bara heim og mér langaði bara að skutla í einn þátt og já. Ammæli eftir hádegi og svona, þannig að það er bara að gera að gíra sig í gang fyrir vikuna með þætti og góðum kaffi og spjalli við ykkur. Og það vita þá náttúrulega allir sem eru eitthvað að fylgjast með að það eru Sandra Karls er byrjuð á YouTube með rosalega fallega og ljúfa og notalega þætti. Mjög ólíkt því sem að ég geri en alveg hún er ótrúlega flink og flott og vönduð og gerir þetta svakalega vel. Og svo hann heitir Inga sem er fyrir austan og er líka að handlita gagn. Ég gæti alveg mögulega að vera að fara með vitlaust nafn en hún er líka svona, hún er mjög hress og skemmtileg og er að brasa ýmislegt. Og svo er hann náttúrulega alltaf band og bækur og Magnea Prjóna vinkona mín, Magnea Prjóna og já bara, þetta er dásalegur heimur sem ég er svo heppin að fá að vera að dinglast í með ykkur hinum. En ég ætla að byrja á elsta verkefninu sem er klár dagsins og það er þá elsta verkefni fyrir utan teppin sem er alltaf langtíma. Elsta verkefni síðan 2025 sem ég var loksins að klára núna í lok mars. Ég átti bara eftir að fella á einhverju nokkra enda þegar ég kom heim frá París eftir páskana. En já, þannig að ég byrjaði á því í október og var að klára núna mánaðamót mars-apríl og þegar ég byrjaði, þegar reif mig í gang og tók það upp og byrjaði að hugsa ég bara, akkur kláraði þetta ekki, þetta er svo lítið eftir, að því með litirnir er alveg svo mikið ég, en það var eitthvað bara, fannst þetta rosa busy munstur og eitthvað svona sem að og svo var ég með svakalega mikið endum sem ég átti eftir að ganga frá og venjulega finnst mér alveg gaman að ganga frá endum en þetta var svona alveg. En svo þegar ég fór að skoða þetta nánar, þá var ég nú alveg búin að ganga frá slatta, þannig að ég þurfti bara svona snirta það. En það er Mystery Musical eftir Stephen West og ég gerði ekki bríós neðan ég gerði þetta bara eins stutt og ég gat til þess að geta farið að fella af. En það er náttúrulega eins og alþjóð sér að þá er þetta algjörlega mínir litir. Og fullt af nýjum og skemmtilegum, það er bara hugmyndaflugi, drefti mig þessi maður, Það sem hann dettur í hug og hvernig hann tekst að tengja þetta allt saman þannig að
það verður eitthvað úr þessu. Það er mér alveg fyrir munna að skilja, sko. En þetta hjá mér, af því að ég lagði ekkert mikið í að dýpka sjalið, og þá er þetta bara svolítið svona eins og góður trefill. Það er líka bara fínt með. Stundum vill maður ekki hafa eitthvað of crazy að maður er að pakka sér svona inn rógras úti og svona eins og við erum búin að vera að fá svolítið af undanfari. En ég notaði sem sagt hexagatnið hans Stevens og hérna Westwool. Lítilí. Sjá, þetta er alltaf svo stíft og svona, það er svo lengi saman vöðla. Með þetta hérna er aðalgarnið. Í þessum 100 grömmum eru 400 metrar af 85% Superwash Superfine Merino ull og 15% nælon. Og ég var með 4 liti, Guava, White Peach, Chiffon og Libra. Og síðan var ég með Glow Hair, svona Mohair Der, eina sokku af því sem að já, Rosvita. Já. Og það er 25 grömm og þeirri hespi 210 metrar. Og það er alveg fínt slatti eftir af öllu. Aldrei að vita að gera eitthvað skemmtilegt úr. Ég geri eitthvað tímann eitthvað skemmtilegt úr afgangnum. Það er ekkert aldrei að vita í mun. Og ég notaði 3,5 mm og mér finnst það bara koma rosa vel út á þessu bandi. Mér finnst þetta örlítið eitthvað neginn fínna heldur en það sem ég er vönað að nota. Ég venjulega notaði 3,75 en mér finnst 3,5 eins og mælti með í uppskriftinu komið rosalega vel út hjá mér. Ég er ekki búin að hafa kaffi í morgun, þannig að þetta er mjög gott. Þannig að ég bara ofsalega ánægð með þetta og hérna erum ekki að grínast með, ég geti ímyndað ykkur spottana. Þetta er allt svo stutt og smátt og þannig að það voru alveg sletti af endum. En nú ætla ég að hafa þann háttinn á að því ég ætla að fara í hinn klárin að ég ætla að stoppa á milli því ég er búin að vera bjöfitans basli með að flytja úr símanum yfir í tölvuna til þess að geta hlaðið upp á YouTube og síðast árið svo pyrru að ég setti bara allt, þú veist, hlóð bara beint inn á YouTube af símanum og gat þar alveg ekki verið að flytta í eina en einu, þannig að nú ætla ég að prófa að taka þetta í skömmtum til þess að athuga hvort flutningurinn höndlist betur við það. Hanna. Næst er það sem að hún gengur undir nafninu Parísarpeysa nr. 2 af því ég var búin að gera peysu sem ég var sýnd upp síðast eftir Andreu Mári Frostlines sem ég notaði mikið úti og síðan sendi systir mín gaf mig þessu uppskrift og sagði ég er að gera þessa fyrir Parísarferðina, fór með henni og manninum hennar og Helga mínum. Og ég alveg bara, þessi ræði, ég var að gera svona líka. Þannig að ég gera svona líka. Hún er úr DK grófleikanum. Þannig að, og prjóna á 4 og 4,5 og ég notaði stærð 3, Cloudbreak 10 frá Woolpine og nú er ég að fara hérna, ykkur að fimmleika. Hún er svona pínu. Ég sé eftir að hafa ekki gert eitt bekk í viðbót hérna eða haft þetta lengra eða eitthvað en þetta er fínt. Það er fínt að láta gusta þarna í sumar og svo ákvað ég að hafa stutterma, Dóra systir með síðerma og var í hvítri rosa flottri skyrtu undir og hennar er alveg einlit svona burnt óransgarn eitthvað ógeðslega flott. Man ekki hvort það
það getur mögulega að vera frá Kristínu í Vatnsnes. Hún er náttúrulega snillingur, einn af íslensku handleitara snillingunum okkar. Og Dóra systir meira fyrir svona einlitt, en ég er alltaf, finnst alltaf ógaman að leika mér með að blanda saman. Og þetta eru 3 hespur sem ég átti, frá Life in the Long Grass, og þetta er Lichen, Flax og Mythical. Og ég man ekkert hvaða litur er hvað. Grunar þetta sé neðsti sé Lichen, en ég bara man það hreinlega ekki. Og það var ótrúlega gaman að gera hana, maður veist, rosalega fallegt axlarsvæðið. Mjög, leggst vel og bara mjög auðskiljanleg. Maður þurfti samt svolítið svona fókusa á þegar maður var að gera þetta. Það eru styttar umferðir og svona eitt og annað sem maður þurfti að hafa hugan við. En þetta er bara, mjög góð uppskrift og bara gekk eins og í sögu. Og ég náttúrulega prjónaði ekkert annað á meðan að ég fyrst í beit það í mig að gera þetta. Fyrir Parísarferðina þá gerði ég ekkert annað en að prjóna á henni í nokkra daga til þess að ná að klára, og það gekk. En svo notaði ég líka hina svakalega mikið. Það var bara voða svona milt íslenskt sumar þegar við komum út til Parísar. Þannig að maður var í síðarma, og að því var náttúrulega mikið að labba úti og svona, en samt ekki, ég vildi ekki vera í úlpu, það var ekki það heitt. Ég var bara með þunnan vindjakka og svo bara síðarma prjónapessu undir, og tók Rósi svetti líka með sem að var hann úr lambsvúl frá Bushy Beach. Ég fór aldrei í hana, það var of heitt fyrir hana. En við vorum svakalega heppin með veður, löbbuðum rosalega mikið, og Dóra löbbuðum 90 kilometra á þessari viku. Kallinn er eitthvað minna. Minn kall var nú bara veikur fyrstu 2 dagana, fór veikur út og þannig að hann var bara spakur, og maður, systir minnar tók því svona rólega sumadaga líka. Hann er að reskjast. Og mikið plamp, það er mikið af tröppum og svona sem maður er að þvælast í þannig að það var auðvelt að safna skrefum. Og ég bara, við vorum svakalegar systurnar í plampinu. En þá ætla ég að fara í næsta, þá stoppa ég ykkur. Jæja, þá er komin næsta. Ég er svolítið í svona sumarbóla prjónaham, og ég beiti í mig, við erum að fara út núna í maí með bróður mannsins míns og konu hans, og ég beiti í mig að gera eins bóli á okkur, en þú veist, bara með sömu uppskrift en úr sikkur gatinu og sikkur litnum, og ætla að lauma því að henni annarkvort bara rétt fyrir brottför eða úti, eða bara fyrir eftir ýmsu. Og ég ákvað að gera ranunculus, sem er svo skemmtileg þegar maður er að nota alls konar gögn og prjónastærðir, og það eru samt alveg stærðartöflur í þessu, þannig að maður, þú veist, mín er númer 3 af þessu sem ég gerði. Ég var að nota prjóna 3,5 og 4,5 í þetta gat, og ég hugsa að ég geri stærð 5 á hana af því það er sambarlegt gatni, og hún er með meira brjóst ummál en ég, og ég veit að hún vill hafa ermana meira svona lús. Því ég hef alveg prjónað á hana, eða fyrir hana, 2 peysur, nákvæmlega eins, og bara svána með fyrir hún vildi fá aðra eins þegar hinn fór að slitna. En mín er sem sagt gerð úr seashell frá Hobby, og í því kuvera 40% cotton, 35 viskós og 25 lín, eða hör. Og þetta er litur 07, bara helgubleikur.
Og hennar líka frá Hobby og heitir New Aresso. Nei, það hjartagat, afsakið, en ég pantaði það á Hobby. Það 33% hör, 47% bambú, 20% bómull. Og það 150 metrar í 50 grömmunum. En í mínu, já, það sama. Valdi, þetta alls ekki réttu litur sem að myndavélin sýnir, hann rosalega fallega mosagrænn en vélin engan veginn að ná að gera honum þau skil sem að ná skilið. En litanúmerið á honum 6009 og ég ætla að nota sömu prjónastærð og gera bara þeim númerum stærri stærð og mögulega aðeins síðari ermar á hennar. En þetta, já, aðra svona einmitt mohair og fingering frá Vastnes og þú veist, þetta bara eitthvað, þetta svolítið mögnuð uppskrift. Hún einhvern veginn, það svo gaman að leika sér með hana. Og maður getur ráðið með hálsmáli hvað maður hefur það vítt eða þröngt eða hvað og þetta verður geggjað í hlýjunni í Budapest. Ég að horfa hérna út og það mágur upp á ljósastur, ég bý upp á 3. hæð og hann horfir hérna á mig. Ég veit ekki, þú veist, veit ekki hvað hann heldur mig en mér svo sem alls að þetta bara mágur en þetta frekar fyndið að vera með svona áhorfanda þarna fyrir utan. Þá eru klárin komin og já, þá best að fara í, ég náttúrulega, já, ég búin að segja ykkur hvað verður fljótlega verkvinnslu, það önnur ranunculus og svo tók ég hérna uppfittunaræði áður en ég fór til Parísar af því að ég hafði engin svona praktíska, þægileg verkefni á prjónunum sem ég langa að taka mig út. Mér langa ekki að taka bílaprjónshúfuna því að hún bara endalaust sléttprjónn, það var að vera eitthvað svona. En ég nennti heldur ekki að taka eitthvað svona brjálæðislega plássfrekt og jari. Og þá bara, þú veist, tekur maður sér til og fær sér uppfittunar kast. Og vinkona mín Judith sem að býr í Kanada og ég hef komið nokkru sinnum til Íslands og ég hef oft talað hana hérna. Hún gaf mér einu sinni 2 hespur og þessar eru jurtalitaðar eftir hana, annars vegar úr laukhýði og hins vegar avokadóstein og svo fylgdi eitt svona náttúrulegur með og þetta frá, látum okkur sjá, Topsy Pure Sheep Wool. Já, þetta turmeric, þessi gulli, ekki hérna laukhýði, soft turmeric. Og það 110 grömm í hespinni. Topsy Farms frá Kanada og þetta svona einspinna. Já, avokadósteinn þessi bleiki og svo þetta bara náttúrulegur þessi brúni og þetta allt skráð sem fingering og allt 110 gramma hespur. Og uppskriftin sem ég ætla að gera heitir Island in the Sun eftir Susan Sommer. Ásaki, hérna ég að tegja og beigja og þetta bretta. Svo nái, það alltaf svona gaman. Ópati. Og ég alveg búin að gera svona mikið. Ég byrjuð, það eitthvað. Þetta varð augljóslega of fyrirferðar mikið. Það með 3 svona stórar. Ekki beint alveg praktist að vera eitthvað á þvælingi með það. En ég búin að vera svo lengi að reyna ákveða með hvað ég ætla að gera úr þessu gafni. Þannig ég bara mjög glöð að vera loksins búin að finna eitthvað. Eitthvað sem ég langt þess að gera úr þessu. Og þetta bara svona, ég nú að rifja upp hvernig uppskrift þetta en það brioche í þessu og alls konar svona skemmtilegt og
leyfir garninu og litunum að njóta sín. Nú, síðan datt mér í huga að geti verið sniðugt að gera eitthvað svona kraga og ég á hérna slatta af henni dásamlega hennar Peruvian Highland Wool frá Fila Colana sem ég á geggjað peysu úr einmitt. Og þetta er litur 334 og úr því ætla ég að gera, hvar er þetta? Gleymdi ég að skrifa. Gálegt. Hvað er ég með þetta? Að skrifa hérna með það, já. Brittle Union. Nei, Brittle Wind kragi. Brittle Wind. Og mér finnst svona áhugaverður uppbyggingin á honum. Brittle Wind kragi eftir Jessica Vinson og ég er að gera stærð nr. 2 á og nota prjóna 4,5 og 5,5. Þetta er sá grófleiki sem er gefin upp í garninu, þannig að ég ákvað bara að kýla á það með sömu prjónunum og ég er svo sem ekkert að gera annað en að prjóna hennar, slétta brauðið for days. Þetta hefði alveg verið kjörið verkefni en það eru einhverjar svona útaukningar og eitthvað sliðis og þegar þú ert í kampavínslandinu þá er það kannski ekki alveg ideal. Just saying. Hvað var hérna? Já, hér er aftur á móti verkefni sem að ég á endanum ákvað að taka með og það heitir Training Wheels og er bara brioche kragi og mér finnst ógeðslega gaman að prjóna brioche, sérstaklega í hring. Þannig að þetta fékk svona mestu athyglinna en þið sjáu það, ég var úti í viku og þetta er afraksturinn og eitthvað pínlítið á einum stroff og sokk. Já, mjög lítið á minn mælikvarða. En það hefur nú alveg gengið á þetta fallega gat sem er líka frá Judith vinkonu minni. Og ég var svo forsjál ef að prjónarnir eru rifnir á mér, þá var ég með stoppara til þess að setja á en það slapp til. Þetta er líka Topsy Farm og er worsted og það eru 110 grömm. Ég elska þessi 10 grömm. Og annars vegar það kemur ekkert fram hvaða litir þeir eru eða neitt, ég veit ekki hvernig þetta virkar hérna hjá þeim. En Topsy Farm og ég hlakkar rosalega til að sjá hvað gerist því ég þvæða því það er búið að vera mýkjast í höndunum á mér. Ég er að vinna með það. Það stingur alveg núna sko, en ég mun alveg þó að það muni halda áfram að stinga. Það var ekkert mál fyrir mig að nota það allavega. Þannig að þetta var það sem að var svona gripið í ein lykkja af og til mest þó í bara fluginu út á flugvelli á heimleiðinni. Maður var svolítið bara alltaf lúin eftir daginn og löpum á þessari viku 90 kílómetra. Þannig að maður fann alveg fyrir því. Svo er hér ég var að byrja á kjól sem ég var búin að sýna ykkur sem að ég ákvað svo bara að hætta við að því að ég er bara ekki svona stutt kjólakona og í því var þetta, notaði þetta sjúklega fallega gat Knitting for Olive og ég ákvað að gera mér sumar topp, Homey camisole eftir Kadri og ég er að nota þetta tvöfalt og er að rekja upp blessaðan kjólinn í þetta og svo á ég örugglega alveg nóg til þess að gera hann líka einfaldan eða einhvern einfaldan sumatopp og þetta er bara mjög þægileg uppskrift og verður ábyggilega sjúklega þægilegur og svo á ég hérna ógeðslega fallegt bleikt paljettugarn sem að ég sé alveg fyrir mér að nota saman í næsta eða eitthvað, ég veit ekki.
En það náttúrulega, það verður ekki óþægilegt að vera í ekta silki og þetta garn keypti ég hjá Garn í gangi og það alveg, þegar maður verslar, ég veit ekki hvað það bara hreinlega, það nánar sama hvenær ég versla, það næstu ég alltaf komið samdægur sko, en já, það alltaf komið daginn eftir, allavega, það verður aldrei klikkað nema að varan hefur ekki verið til og þurfti á eitthvað að veisnast í, en það eins og að hlaupi bara til og bara, bara brjótst inn í droppsendinguna til þess að koma sér stað til mér. Og fyrir hvatvís að þá það alveg sérstaklega vel þegið og líka af því þegar maður hvatvís þá man maður ekki endilega 3 dögum seinna hvað maður var að panta og í hvað maður var að panta. Þeir vitið sem vitið. Nú, svo það, og þær eru líka með ógeðslega skemmtilegt podcast og ég þarf alltaf að fara inn á vefsíðuna þeirra og setja fullt í körfuna og svo nær skynsemin yfir höndinni. Annars þyrfti ég stærri íbúð ef að ég keypti allt sem að freista mér með. En þetta bara Musselborough hatt. Þetta bara bílaprjónum mitt að koma inn með mig núna þegar við fórum á helgabíl söður og þetta á að vera í mínu bíl. Ég þarf að fara að finna mér annað verkefni bara til þess að kannski setja sokkaverkefni mitt í hans bíl. Þetta Madeleine Toss Cold Drip, eldgamalt garn sem ég er búin að eiga lengi. 100% meira en öll. Eurosokk frá Toss. Já, hér sólgleraugun mín. Þannig að þessi fer bara aftur út. Og þá bara best að sýna ykkur hitt tilvonandi bílaprjónið. Ég fytti upp á þessu fyrir París til þess að hafa líka eitthvað alveg bara slétt. Ég bara með einn í einu sem ólíkt mér en ég er búin að vera að gera svo lítið af sokkum og ég ákvað bara að vera bara með einn í einu og það var ekkert líka mér að prjónandi í vélni, þá maður ekkert að með eitthvað flóka. Þessi var settur kyrfilega á til þess að tryggja eða ekkert ulla á mig á flugvellinum en það hefði ekki verið hundraði hættinu. Og þetta gamalt frá West Yorkshire Spinners jólagarn Signature Sparkle 4ply 75% ull og þar af 35% Blueface Leicester with added sparkle. Nú ætlum ég að slaka og kveikja okkur. Svona, búin að kveikja okkur aftur. En þetta bara 2,25, 64 lykkjur, 20 fyrir stroff, sennilega í stroffinu, 2 sléttar og 2 böggunar og svo bara slétt. Og já, þá nú bara, læt ég Helga setja þetta út í hans bíl. Ég ekkert alltaf að prjóna þegar maður keyrir, það finnst óbúslega gott að vita af því. Að sé eitthvað til þess að grípa í. Nú, svo ákvað ég að fara að gera eitthvað við þetta fallega fallegu einspinnur sem ég á handlitar. Langaði að láta þær verða að einhverju. Þau eru bara afgangar, alls konar sem ég átti bara og fannst fallegi saman. Og þetta heitir Umstead Shawlette. Ég hafði ekkert fengið mér þetta til þess að gera úr garninu hennar Kristínar sem að var svona feit í en endaði svo á að gera annað. Ég langaði alltaf að gera þessa uppskrift en ég tala kannski bara meira þetta þegar að koma eitthvað vit í þetta. En já, ég er bara svona mest ágætt að taka með svona annars lagið að reyna að búa til eitthvað úr afgöngunum og nýta þá, ekki endilega alltaf bara í teppi, heldur líka gaman að gera eitthvað svona
skemmtilega sjölur, eitthvað sem tóna vel og svona. Lúpapeysan, ég man ekki hvað. Ef við erum að glápa eitthvað upp í rúmi þá stekki stundum til og sækja hana og prjóna nokkrar umferðir, en hún ekkert, mig langar að vera búin með hana áður en við byrjum að fara í veiðitúrana, en það þá ekkert 100 í hættunni. Þetta ekkert eitthvað sem ég æst í að halda áfram með, en þyrfti samt að klára. Alltaf skemmtilegra að prjóna eitthvað sem maður æstur í að prjóna. Svo það sem að ég búin að vera, þú veist, ég hugsaði bara reglulega til þessa verkefni sem ég var úti. En ég samt mjög fegin að hafa ekki tekið það með út, af því þetta var svona á köflum fókusvinna, og þetta Big Bubble Crop eftir Boyland Knitwork. Það svona vesti með boblum, og ég nýbúin að nýbyrja að prjóna er búin að gera fyrir ermarnar, og já, ég vandi mig strax á það þegar ég byrjaði að gera þetta að vera ekki að þegar ég var snúa verkefninu þegar ég var að gera boblurnar. Ég bara æði mig að prjóna slétt, eða það sem á að vera slétta framan, maður þarf að prjóna brauði í rauninni þegar maður snýr við til þess að fá sléttar búblurnar. Ég bara æði mig að gera það þannig að ég þyrfti ekki að vera snúið við. Því það alveg, þegar maður vinnur með fullt af sjúkraþjálfurum þá hafa þau aðeins verið að stúdera þetta, og við komumst að ýmsu með hvernig hægt að hlífa ákveðnum svæðum með því að bara breyta vinnubrögð, og það náttúrulega bara á ekkert bara við prjónaskap, heldur bara við eigum alltaf að reyna að gera hlutina auðveldari, sama hvað það og þá náttúrulega bara nýtum að þess betur og getum gert meira. En þetta bara eins og með Boyland Knitworks, þetta bara vel skrifuð og skemmtileg uppskrift, og ég að nota Drops hvítt og hlakkar rosa til að fara að hlamma mig fram núna þegar ég búin að koma þessu yfir til ykkar og fara að vesenast í þessu vesti. Og ég vissi ekki að ég væri búin að fá svona mikið í pókan, en þú veist, stundum það bara þannig, stundum getur maður ekki setið á sér. Aðeins og kalt. Eins og þið vitið, flest sem að hafa horft á, þá erum við hjónin á leiðinni á formúluna í Ungverjalandi í júlí, og það ein bresk sem að leita tengt því, handleitagatn, og sýna ykkur að því að ég hérna, ég gaf mér þetta í jólagjöf, en þetta allt tengt formúlunni. Þetta tengt mínum mönnum, Landon Norris og liðinu hans, McLaren, og svo heldur Helgi með Hamilton, og þetta hundinn hans, Roscoe, sem nú farinn frá okkur, og svo Ferrari litirnir. Og ég tími alls ekki að nota þetta, og ég gleymi alltaf því fyrir IKEA að hafa augun opin fyrir svona djúpum ramma sem ég geti mögulega sett þetta í og gert þetta skemmtilegt. En svo þetta nú Truly Hooked sem að litar þetta, sem í Bretlandi, og hún líka að gera svona mínihespur, og ég hugsaði að fæ mig það bara líka og gera kannski bara eitthvað skemmtilegt sjal eða svona eitthvað létt teppi eða eitthvað, setja á eitthvað innlitan á milli til þess að hver og einn fá að njóta sín. Þetta svona liðin í fyrra. Eða svona, já, þetta alls konar, þetta bæði
einstaklingurinn og svo liðin, þannig að þetta er svona alls konar. Og þetta er alveg 1020 metrar samtals í þessum. Og þetta er þá, þetta eru 1400 metrar í þessu. Þannig ég get gert örugglega eitthvað skemmtilegt á þessu. Það er það ekki. Ég tími frekar að nota þetta eitthvað. Þetta eru stóru hesspunnar. En við sjáum. Nú svo þegar við komum til Parísar, þá Dóra systir mín er mikil saumakona og mikil bútasaumskona. Og þá gaf hún mér þessa fallegu prjónatösku með vösum inni og hérna, já, eftir að setja eitthvað góðgæti í hana. Já, þessi hérna, hún gaf mér þessa í fyrra og ég nota hana mikið, það er æðislega þessar. Og ég sá það þegar ég var að hérna kíkja á töskunum mína á hana, já, nú verður að fara að henda eitthvað af þessu í þvott. Þetta er alveg með, þú veist, 2 ára kaffiblettum og eitthvað og það er ekki eins og ég sé með eitthvað hörgul á töskum, sko, ég á enn alveg bönn síðan að ég var að sauma og selja sjálf. En já, kunni vel að meta þetta. Svo einhvern morgun út í París, þá, ég var nefnilega að sjá það þegar við varum á leiðin út, þá var Ína frænka mín sem á Kyrnitt vefverslunina hérna á Akranesi, var að koma með nýtt garn. Litirnir voru náttúrulega bara, mér langaði að kaupa alla litina, en ég ákvað að fara aðeins út úr, ég er með mína liti og svo fór ég út úr þæginda rammanum lit líka. Þetta er, sko, birtan er alveg glötuð í dag. Þetta er rosalega fallega svona sjávar, svona, þetta er eiginlega bara að fara inn á Kyrnitt og skoða. Hann heitir Plottfist, þessi þar. Og þessi er bara svona baby ljósbleikur. Og bara alveg vonlaust að leyfa þeim að njóta sín hérna í dag. Það er bjart úti og alls konar svona. En ég veit ekki, jú, ég hugsi að gera eitthvað svona raundotta juicy peysu og þetta gefið upp á alveg á prjóna 5. Þannig að það var þetta svolítið svona gísu og gott. Þetta er sama og í það er 50 grömm og cirka 150 metrar. Þannig það er alveg hellingur sem kemur til greina sem að hægt er að nota þetta í. Og bleiki liturinn heitir Cake Topper. Og hvað er? Þetta er gert í Perú. Fyrir House of Yarn. Og hún var sérst að byrja að taka þetta inn. 60% ekstra fæn merino og 40% baby alpaka. Þetta er svona blásið. Já, ofið í. Og það var svo fallegi litir í þessu. Og bara mjög gott verð. Og alveg smá spennt að byrja að gera eitthvað fallegt á þessu. Svo fór ég náttúrulega, þetta pantaði mig að voru í París og sótti þegar við komum heim. Af því að það var ekki eins og ég hefði ekki keypt garn í París. Þar fórum við einmitt í Little Weasel, sem er í pínlítilli og krútlegri göngugötu hérna í miðborg Parísar og þetta er í, verslunin er í 3 rýmum og annars vegar er gaddbúð með hérna handlitagatn og alls konar og fonti og það allt sem mitt sem hún Ína er með hjá Kyrnitt og ég alveg hugsaði stíft til hennar þegar ég var að káa á öllu þar og svo var búðum með 2, þar voru svona bútasaumsefni og fataefni og snið og sem tengdi saumaskap og svo númer 3 þá var útsaumur og meira svona sumargatn, lín og svona meira
í þá veruna, en það sem handlita var náttúrulega og fontigarnir, þar var ég. Og þau eru með Headsock Fibers og ég sá hérna Peach Keen sem að flæktist ofan í pokann hjá mér, Sokkagard og svo var það Labby NMA. Mér fannst nú bara ekki hægt að fara út úr búðinni nema að kaupa eitt svoleiðis og þetta er Tuileries Gorgeous Sokkagard fingering. Svo var þarna litara sem ég aldrei séð. Juliette, Parisian Collection, Laine d'Amour og Cibelle og liturinn heitir Sorbet á Café Flore. Og já, mjög helgulegur. Ég þarf að laga hann. Þetta er svona, það er allt svolítið yfirlýst. En já, og svo var það Little Weasel, hérna húsliturinn, það sem að þau láta að lita fyrir sig. Og þetta er Alice in Wonderland og mér finnst náttúrulega bara, það er bara skylda mín að ef það er eitthvað svona sem að verslanirnar eru sjálfar að pródúsera, þá náttúrulega tekur maður sér sýnir svona því. Og þetta er líka hérna fingering. Ég var alveg mjög kátt með þetta. Mjög beautifult. Og af því maður vantaði ekki poka, þá keypti ég mig samt. Svo krútlegt. Já, svo er ég langar mig í meiri sumartoppa og pantaði nú þetta bara hérna frá Tinnu. Mér finnst þetta geggjað í hérna sumartoppana. Tinnlíne. Þetta er 53% bómull, 33% viskás og 14% linn. Þessi græni er 9523. Mér finnst hann eitthvað bara svo hress og skemmtilegur, svona læmgrænn. Og svo aðeins að fara úr þessu föla leika mínu og í meira svona skært, 4315. Og ég á ból sem ég gerði í fyrra úr hérna úr línu, ekki tinnlínu, sem að ég notaði svakalega mikið en veit ekki hvað hann er akkur þessa stundina. Þannig að ég er alveg ágætlega sett. Jú, svo þurfti ég að skila garni af því ég var í einhverju ruglinu og keypti einhverju vitleysu og fekk bara, var ekkert að dunda mig við að eiga inneignarnótu og fekk mér garn í staðinn sem ég veit ekki hvar ég potaði. Ég er búin að þurfa að rútta svolítið til hérna þegar ég var að inna að mönnum á morgun. En ég sýni ykkur það bara næst. Það er svona blingarn og ég er að gera eitthvað skemmtilegan topp úr því líka, svona til að pæjast í. En já, nú erum við loksins að fara að leggja svona loka höndina á íbúðina af því að þá að fara að skipta gluggana hérna á næstu vikum að framanverðu og það því það við getum klára eldhúsið loksins. Tókum forskot á sæluna og erum búin að klára veggina sem að snúa eru inn í íbúðinu, ekki útveggirnir. Þannig að við erum búin að flísa það og setja upp þær hillur og skápa sem áttu eftir að setja upp þar og svo bara eftir að ganga frá gluggaveggnum þegar það verður búið. Og komum við ekkert að fara að æsa okkur í það fyrir en að það verður búið að því að annars myndum flísar eyðileggjast og svona, nefnt því ekki. En okkur langar ógeðslega að fara að koma hinn upp. Og þá eru bara hurðarnar eftir og þegar við erum búin að þær eru mjög dökkar með allt
allan annan við hjá okkur, við erum mikið með ljósan við og náttúrulega hvítar einræktingar og svona erum að reyna að halda þessu svolítið ljósu af því að íbúðin er lítil og við viljum alls ekki hafa eitthvað svona dökktaka mikið á móti okkur og þetta bara skar sig orðið úr hurðarnar að vera svona dökkar á móti öllu ljósaviðinum og því. Já, og við fórum sérst að kynna okkur hvað það myndi kosta að fá nýjar hurðar og hurðagerett og þröskulda og allt þetta. Og það var bara mjög dýrt. Það var, já, og þá áttum við eftir að fá smið til þess að gera þetta því þetta er eitthvað sem við myndum ekki gera sjálf og maður þurfti að fara í eitthvað frágang í kringum allt á eftir og svona og það var alveg nóg tilhugsun núna fyrir okkur að vita að við höfum eftir að gera það í kringum gluggana. Þannig að við fórum á stúana og það er að koma menn á morgun til þess að filma hurðarnar. Það er verið að filmaðar með hvítri filmu sem er svona með veiðarlúkki og við varum bara beðin að lakka þröskuldana með hvítu skipalakki, það kemur best út, segja þeir og við erum búin að því, þannig að við höfum vonað þeim á morgun og ef þau þurfi ekkert að laga mikið skemmdir og eitthvað svona, þá gætu þeir mögulega bara að klára þetta á morgun, annars koma þeir aftur á þriðjudaginn og klára. Þannig að það verður ekki ekki. Þá erum við bara heldur betur búin að gera okkur það sem við ætluðum og rúmlega það. Þannig að við erum bara, við vorum alveg 150% sátt hérna fyrir og það minnkar ekkert við þetta. En ég er bara mjög spennt að sjá hvernig þetta kemur út með svona hvítum hurðum og að það verði enn bjartara hérna hjá okkur. Við erum bæði, þú veist, bæði gott að hafa bjart í íbúðinni þó við drögum stundum fyrir á sólina því hún getur verið ansi heit og steikt hérna inn í þessum litlu rýmum. En já, þannig að Parísaræði mæli algjörlega með. Við vorum rosalega heppin að við vorum bara í íbúð sem að bróðir mágs míns á þarna út í París og við vorum bara 20 mínútur með metrónum inn í miðborg Parísar, fórum í Louvre og ég og Dóra systir og Frikki mágur en Helgi var því miður að sitja hjá vegna veikindana en hann var það bara inni seinna. Við lögðum áherslu á að sjá Mónu Lísu og svo hjá Napoleon Bonaparte, tókum það fyrir og náttúrulega ráfuðum í gegnum eitthvað annað vilt aðeins fram og tilbaka og eitthvað svona bara skemmtilegt. Það sem kom mér mest á óvart að í allri mannmergðinni að það skyldi ekki vera meira áreiti. Það var fólk var bara í róliheitum þarna og þó það væri mikið af frökkum, Parísarbúum í fríi og frakkar að sækjast þá í að koma einmitt á Louvre og öll þessu söfn sem eru þarna. Þetta er rosaleg lista og menningarþjóð. Og svo allir við hinni túristarnir að það var ekkert stress, þetta var mjög spes upplifun og það er ekkert eitthvað svaka, það er alveg mikil bílaumferð en ekkert eins og maður finnur í öðrum borgum af því það er rándýrt að parkera bíl í Parísborg, kostar milli 1 og 2.000 klukkustundin, þannig að þetta er aðalega leigubílar og strætóar og svoleiðis faratæki og jú, einhverjir einkabílar fyrir manna og þess að það. Og bara almenningssamgöngurnar það góðar að ég bara, þú veist, og það ódýrar að bara why not að nýta sér það ef maður hefur, þú veist, það er ekki hægt að reynda að fara með fólk í hjólastól í metróin en það eru aðra leiðir þá fyrir það. Við tókum einn daginn í svona hop on hop off og sátum bara kjör á bossanum í rúma 2 tíma og létum rúnda með okkur París og ákvæðum í framhald af því þegar við vorum búin að fara í hring hvar við vildum hoppa út og slæpast aðeins og við ákvæðum að byrja aftur annar hring til þess að hoppa út við Notre Dame og vorum að hengslast þar aðeins fram eftir degi og þá byrjaði sólin að byrja að kíkja á okkur og hún eiginlega lét okkur ekkert í friði fyrir en að við vorum komin heim og við vorum svo heppin, þú veist, að verða veðurteppt af því það var svo vont veður á Íslandi.
Og við fengum mjög tímanlega tilkynninguna frá Transavia og það var bara, við erum búin að fresta fluginu sólarhring og ef það hentar ekki, láta okkur þá vita, ef það í lagi þá bara þarftu ekki að gera meira. Og ef þú þarft hótelgistingu þá erum við að fullu að útvega það og þá þarf maður bara að koma sér niður í flugstöð til þess að ná sér í voucher fyrir það og svona, en við vorum það heppin að vera inn á enga heimili að við gátum bara snúið aftur þangað og sett aftur á rúminn og það var svo sem ekkert mál sko. Og nutuðum þess bara að vera að fá aukadag og lágum bara í sólbaði og leti og fórum í piknik í garði þarna rétt hjá íbúðinni og sátum þar bara og sötrum kampaðin og borðuðum osta eins og sönnum Parisians sæmir. Þannig að þetta var virkilega skemmtilegt en gallagjöfin Njarðar var sá að við þessa sólarhringssenkun þá þýddi það að við Helgi þurftum að keyra heim Hvalfjörðinn nóttina og við vorum ansi ryðguð og búin að vaka í næstu sólarhring þegar við komum heim. Þannig að vikan er búin að vera svona svolítið töff að vinda ofan af sig því að við vorum bæðið með frí á þriðjudeginum en ekki miðvikudeginum, þannig að ég fekk bara að mæta seint bara þegar ég var búin að sofa úr mér eða svona sofa náðu svo í 2 tíma og dreymið þá bara fljótlega í vinnuna og þau bara svo yndisleg að já, þú veist, ég man ekkert almennilega hvað ég gerði á miðvikudaginn en það er önnur saga, ég held að þetta var alveg gengið stórslysalaust fyrir sig. En það var svona fyrst í gærmorgun þegar við vöknum alveg bara já, við erum með lagi en svo þegar líða, þú er ekki búin að sakna geispsins. Svo þegar fór að líða á gærdaginn þá vorum við alveg bara, jú, við erum með það pínu lúin. Fórum í spaðið á hótelinu og svona. En það var æðislega gaman. Það var kúrekaþema og við tókum þátt í því og rosa góður matur. Þetta var svona standandi árshátíð sem ég reyndar var ekki alveg að fíla en alltaf. En bara rosa gaman. Það var að kenna línudans en við gáfumst upp áður en að dansinn hófst fyrir alvöru. Við fórum bara upp rétt án og það byrjaði og bara höfum það náðist upp í herbyggi. Þannig að, já, og svo er bara næsta ferð eftir mánuð og þannig að ég sé ykkur einhvers staðar í kringum það. Já, ég veit ekkert hvort það verði á undan eða eftir, það kemur bara ljós, en það er allavega ekkert að gera þangað til þannig. Afmæli í dag og eitthvað svona dúll og snuddast með pabba og gamla og svona og vinna og hugsa börnin sín og barnabörnin og prjóna mikið. Mér fannst ég prjóna svo lítið úti, núna get ég unnið það upp. En allavega þangað til næst, gaman að hitta ykkur og vera með ykkur og ég bara óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikna og við sjáumst síðar. Takk og bless bless.